Let's go. Já, velkomin aftur að skjánum. Hérna í síðasta hlutanum af þættinum er komin til minn þjálfari Dalvíks Reynis, hann Svenni, velkomin í settið. Takk kærlega fyrir. Eitthvað að spá fallsæti, en staðan nú heldur betur önnur, nú eru þið bara á leiðinni upp deild. Já, það passar. Og spá er alltaf spá, eins og menn segja alltaf. Og við vissum alveg að við værum betra lið í höndunum heldur en þetta og ætluðum okkur stóra hluti. Þetta var nú tilkynnt á heldur betur dramatískan hátt. Þið náðu ekki alveg úrslitunum í þessum leik, næst síðasta leiknum á tímabilinu sem þið hefðu viljað. Akkurat. En úrslit í öðrum leikum féllu með ykkur og á endanum gátu þið fagnað. Já, þetta var svona tilfinningar úr í banni svolítið og en svo, já, við settum símabann bara fyrir leikinn og þannig að menn væri ekkert að fylgjast með öðrum úrslitum og í hálfleik eitthvað svolítið að fara að kíkja í síman og eitthvað og það virkaði fínt og menn voru svolítið einmitt rukubeint í símana eftir loka flautið og leikirnir aðrir voru ekki búnir þannig að þetta var alveg, þú veist, þetta var rússipanna svona reið og líka það var þarna eitt KFG skora sem sagt á síðustu mínútu leiksins síns og vinnur 3-2 sko, ef þeir hefðu ekki náð því þá hefðu við verið að taka á móti bikar hérna á laugardaginn, þannig að það verður kannski að bíða aðeins lengur. Við vonumst þess að það gerist bara næsta laugardag. Þetta er kannski elt ykkur bara dálítið að vera spáð fallsætinu, það var engin pressa á ykkur og náttúrulega tímabilið undan var svo sem ekkert að gefa inn fyrirheit að þetta er eitt frábært tímabil. Nei, alls ekki sko, en þú veist, það eru samt rosalega mikla breytingar í þessari deild. Við náðum að halda nánast kjarnanum sem bara frá árinu undan, alltaf einhverja mannabreytingu og náðum að styrkja okkur, fengum inn 2 útlendinga, John og Kelvin, sem eru bara búin að vera frábærir og bara frábærir bara persónuleika líka, smulli vel inn í þetta og það, ég segi, við styrkjum okkur líka meira. Og það hjálpa til líka því við héldum kjarnanum, þannig við bættum bara í og við vissum alveg að við erum með lið sem gæti gert góða hluti og við settumst bara niður fyrir tímabil líka og settum okkur markmið og það er svolítið búið að vera líka svona motivation að hvatning fyrir okkur í sumar. Þetta draumamarkmið sem við settum okkur. Og þið setjið ykkur þannig líka eins og markmið að þú setur símanbann á liðið út með mjög ungt lið í höndunum og liðið hefur verið talað upp í fjölmiðlum. Það þarf svolítið að halda utan hópinn og halda utan hausinn á mönnum. Já, við höfum alveg fundið fyrir því að öll þessi umfjöllun sem er búin að vera í podcastum og annað og eins og bara á þessum miðlum, það er alltaf, þú veist, hver er að fara upp með Dalvík Reyni. Þetta er búið að vera svolítið langa tíma núna og þetta hefur alveg farið inn í hausinn á mönnum og við höfum alveg rætt það bara sem hópur. Við tölum líka alveg saman og menn með að tjá sig og annað og það hefur hjálpað og auðvitað því meir sem við nálgumst lokin og þetta er svolítið svona, þetta er stressandi og þetta tekur á fyrir svona unga stráka sem hafa kannski ekki verið í þessari stöðu áður að fara upp með deild og kannski með þessa pressu á sér eins og bara búið að fjalla og annað að þá þarf svolítið að vinna með það og maður hefur fundið fyrir því að þetta hefur haft áhrif á menn. Það er alveg klart mál. Ef við spjöllum að þessum taktíkinn á bak við liðið og verðum vel að gera það í þessum þætti hér. KFG eins og liðið sem er hérna fyrir neðan ykkur í öðru sætinu, eins og staðan núna, þeir skora miklu fleiri mörk en þið, en aftur á móti þá eru þið að fá rosalega fá mörk á ykkur. Akkurat. Þetta er mættilega eitthvað upplegg frá þér. Já, klart mál og það var einmitt, ég var hérna aðeins í aðstoðarþjálfari fyrra og tók svo við liðinu í seinniumferðinni fyrra og kláraði tímabilið. Og maður svona alltaf sest niður í tímabil og hvað getur maður gert betur og hvað þarf að laga og annað og það var klart mál að það þurfti að vinna svolítið í varnarleiknum. Við vorum að fá okkur allt og mörg og það var bara mikill fókus lagður á varnarleikin bara strax í vetur og unni með hann og við tölum svolítið það sem það er svolítið svona okkar DNA, það er bara varnarleikurinn. Það er það sem við stöndum fyrir, við erum sterkir varnarlega. Mögulega sóknarleikurinn svolítið þurfti að bitna á því á móti en eins og sagt vörn vinnur titla og sókn vinnur leiki og það er kannski það sem er að skila okkur líka sem við erum núna. Við erum bara búin að fá okkur undir marki leik í sumar meðan að kannski önnur lið hafa verið að fá þessi miklu meira og þurft þar að skora meira. Þannig að en já, klárlega það er það sem er okkar einkenni, það er varnarleikurinn.
Ég verið svolítið þessi gamla klisja að taka einn leik í einu, taka þetta á langhlaupinu og ná inn stigum jafnt og þétt yfir tímabilið. Já, ekki spurning sko. Við reynum að fókusera ekkert á of mikið í einu. Við reynum bara að fókusera á einn leik í einu og bara á okkur. Við settum markmið líka fyrir tímabilið, bara allt tímabilið. En svo erum búin að brjóta niður líka tímabilið í 3 hluta, bara 6 leiki í einu og setja okkur markmið fyrir alltaf bara svona litla hluti í einu líka, svona 6 leiki og 6 leiki og 6 leiki. Og það er bara hvatning, við horfum á þetta bara sem hvatningu og eins og segi, fókusir á minni hluti í einu. Þó að draumurinn séu þetta var hérna fyrir tímabil og draumamarkmið okkar sem við höfum líka, en þá líka brjótum við það niður og höfum verið að vinna eftir því með. Og sem við hjálpa liðinu helling, ekki spurning. Og liðin alltaf almennt mjög ungt og meðalaldurinn liðinu mjög lágur, en það eru líka þarna eldri leikmenn með. Það ekki mikilvægt að vera líka með campers til þess að kenna mönnum og bæði á æfingum og í leikjum? Ekki spurning, það er bara nauðsynlegt. Og þeir hafa náttúrulega, þú veist, þó þeir séu nú ekkert það rosalega gamlir, þessir eldri, að, þú veist, eins og ég var svo sem með engan yfir 30 á tímabili fyrir að Gunni kom heim, en þeir búa yfir mikilli reynslu, þessir eldri strákar hérna, Kitty, Snorri, John Markmaður, Jonni og fleiri sem eru þarna í kringum, Steinar Logi sem búin að vera hérna lengi líka. Og það er nauðsynlegt að hafa þessa stráka þarna með sko, ekki spurning. Þeir leiðbeina þessum yngri. Það er alveg klárt mál. Nú er svona gengið á liðinu eins og við erum búin að tala áður, þetta var ekki kannski eins og við var búist, en er kannski þessi 3. deild svolítið svoleiðis? Hún er svolítið óútreiknanleg deild. Já, hún er það sko og hún fær alltaf litla umfjöllun líka. Ég kallar þetta, við hefum verið að ræða þetta, maður kallar þetta svona týndu deildina sko. Og 4. deildin fær mikla athygli, svolítið svona Passion League og annað sko, og svo önnur deildin og 1. deildin, þar eru viðtölin komin inn og annað. En 3. deildin er rosalega týnd sko. En þetta er gríðarlega skemmtileg deild og þetta er mjög jöfn deild og búin að vera það í allt sumar. Kannski 2 lið sem aðeins skorið sig úr á botninum, en þegar voru 3-4 umferðir eftir að þá var liðið sem var í 8. sæti, það átti ennþá möguleika að komast upp deild. Og bara skemmtileg lið í þessari deild og menn með reynslu og ungi strákar líka sem að stíga upp og annað. Og þessi deild er rosalega góður stökkpallur fyrir unga strákar sem kannski eru ekki að komast að í meistaraflokk. Já, kannski liðið sem eru kannski meistaraflokk hjá liðið sem eru í Pepsi eða 1. deild. Að þá er þetta rosalega góður stökkpallur og reynsla fyrir menn að komast í meistaraflokksbolta í 3. deildinni eða 2. deildinni og taka næsta skref. Þannig að það er ekki spurning sko. Það er náttúrulega klálega eitthvað til þess að byggja ofan á líka og væntanlega mjög spennandi tímar framundan á Dalvík. Já, ekki spurning. Það er náttúrulega að fara að setja upp gervigrasvöll á Dalvík og þessi árangur líki núna í sumar. Þetta ætti að kveikja svolítið í bæjarbúum líka og fólkinu í bænum og bæjarstjórn og annað að gera meira, að gera betur næst, af því við hljótum að vera alltaf að horfa upp á við. Það bara hlýtur að vera. Og líka held ég bara í unglingastarfinu og allt. Ég held að við möttum að sjá það á næsta árum að þetta vonandi eftir að kveikja í öllu bæjarfélaginu bara, ekki spurning sko. Algjörlega, og ég held að það séu bara frábær loka orð á þessu að þetta eigi vonandi bara eftir að kveikja í bæjarfélaginu og nú ætlum við að sjá ennþá meira frá Dalvík Reyni á næstu árum. Ekki spurning, það er allavega áætlun. Bara innlega til hamingju með árangurinn að vera komin upp deild og ég ætla bara að leyfa ykkur að halda áfram að fagna því. En ég þakka ykkur áhorfendur kærlega fyrir samfylgdina í þessum þætti. Við sjáumst í næstu viku.